Næsta erindi flytur Edda Jónsdóttir, teymistjóri stafrænna leiðtoga og nefnist það hvernig lóðsuðu flotann í höfn, stafrænir leiðtogar, ný hlutverk innan borgarinnar. Góðan daginn, ég heiti Edda Jónsdóttir. Ég ætla að segja ykkur hér í dag frá hlutverki stafrænna leiðtoga í stafrænni vegferð Reykjavíkurborgar. Spurningin sem ég mun velta upp hvernig við komum flotanum í höfn. Þessum gríðarstóra flota hugmynda og áskoruna sem liggja við akkeri í Reykjavíkurborg. Við þurfum að lóðsa þessu miklu floti í höfn, þar sem framleiðslan fer fram og verðmætin verða til. Afurðirnar framleiddar út frá þörfum notenda, en það ekki nóg. Það þarf líka að koma afurðunum hratt úr höfninni beint í rekstur. Þar skiptir hlutverk stafrænna leiðtoga máli. Þau hafa yfirsýn og skilja aðstæður og fylgja verkefnum eftir alla leið. Flotinn sjálfur siglir á sjó sem líkja má við umhverfi Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg stór skipulagsheild og innan hennar eru mismunandi þarfir, hefðir, iðkun og hugsun. Þar eru líka ólíkir hópar, stéttir, starfsstöðvar, kostnaðarlyklar og fagsvið. Líkt og innan annarra stóra skipulagsheilda menningin fjölbreytt og jafnvel á tímum seigfljótandi. Til þess að nálgast þær áskoranir og hugmyndir sem að fara í framleiðslu í stafrænni vegferð borgarinnar þarf að leggja sig fram við að skilja, endurskilgreina og hugsa hlutina frá öðrum sjónarhornum. Leggja sig fram við að leita nýrra nálgunar og jafnt gamlar og nýjar áskoranir í þjónustunni, sem og leið opna fyrir hugmyndir frá íbúum og starfsfólki. Þá skiptir máli að allir sem starfa hjá Reykjavíkurborg séu samstiga í því að veita góða þjónustu og skilja hvað þjónustuveiting snýst Jafnt sem og að hafa sameiginlegan skilning á því hvernig við getum nýtt þjónustuhönnun og stafrænar lausnir til að auðvelda og bæta þjónustu borgarinnar. Til þess að virði afurðina sé sér mest, þá þarf að huga að öllu framleiðsluferlinu. Ferlar verkefna þurfa að vera mjög skýrir og það þarf að stýra umferðinni höfnina til þess að löndunin og framleiðslan gangi vel. Tryggja þarf gott skipulag, allt frá því að áskorun eða hugmynd dregin upp á yfirborðið, þar til hún fer í prófanir til íbúa. Innan hvers verkefnis þarf að liggja fyrir hvar í framleiðsluröðinni það hvenar áætla má að afurð liggi fyrir og að tryggja að af bryggjunni hverju sinni sé hæfilegur fjöldi starfsfólks. Og síðast en ekki síst að öllum skipum sé fyllt úr höfn í rekstur og stöðugur umbætur. Á hafnabakkanum, þar sem framleiðslan fer fram, nóg að vera fyrir að lest á bryggju í söltun og pökkun. Það sem skiptir máli að afurðirnar komist ferskar á markað til þess að útkoman verði góð þjónusta í takt við þarfir notenda. Framleiðsla á vörum verður því að vera byggð á ígrunduðum og skipulögðum grunni. Notast við faglega verkefnastýringu og meðal annars aðferðir notendamiðaðrar hönnunar og straumlínustjórnunar. Stefnan þjónustustefna Reykjavíkurborgar sem stillir áttir sínar út frá hafnarljósunum, fagmennska, notendamiðuð hönnun, skilvirkni og nærþjónusta. Það að bæta stafræna þjónustu borgarinnar getur verið snúist. Það snýst að hugsa fyrirbæri út frá öðrum sjónarhornum, nýta aðferðir sem hafa gefist vel og hafa hugfast að það ekki alltaf nóg að fá bara nýtt kerfi eða hugbúnaðarlausn, því stundum má leysa áskorunina á hagstæðan hátt með breytingum á þjónustunni. Upp á verkefna þarf að vera skýrt. Réttu aðilarnir þurfa að koma að borðinu,
Áætlanir liggja fyrir og verkefnin sneidd niður í hæfilega verkþætti. Alveg eins og við undirbúum aflann fyrir framleiðsluna þá þarf að gera kostnaðarmat, ábata greiningu og finna mælikvarða á árangur verkefna sem á sama tíma að huga að menningu, skapandi hugsun og snúa hugsunarrammanum við eða vilja nokkar hringi. Áskorunir og hugmyndir eru fangar að hverju fagsviði fyrir sig sem og stafræn leiðtogar halda utanum sem stafrænir leiðtogar halda utanum. Samráð haft við íbúa til að skilja þann veruleika sem blasir við íbúunum þegar þeir sækja þjónustu borgarinnar. Hver áskorun og hugmynd fyrir gegnum uppgötunarfasa og skilgreining verkefna er byggð á honum. Á grundvelli skilgreinda verkefna hefur framkvæmdastjórn hvers fagsviðs forsendur til þess að meta forgangsröðun út frá fyrirframgreindum viðmiðum sem byggja á samþykktum stefnum og skilvirkni. Ákvörðun hvaða trillur, togarar, skemmtiferðaskip eða önnur sjófur leggja að höfn er því byggð á forgangsröðun hvers og eins fagsviðs, en einnig er tekið tillit til hagræðingar og samlegðaráhrifa í framleiðslunni sem á annar þátta þvert á borgina. Já, stefnan er skýr. Leiðirnar inn og út úr höfninni eru ferlaðar og allir sem koma að vita sitt hlutverk því þannig er tryggt að útkoman sé enn betri þjónusta fyrir íbúa og aðra í Reykjavíkurborg. Teymi stafrænna leiðtoga er fjölbreyttur hópur sem brennur fyrir þjónustu í þágu íbúana. Teymið er með fjölbreytta þekkingu, menntun og viðtaka reynslu sem nýtist á fagsviðunum þvert á borgina. Fagsviðin völdu sína leiðtoga sem vinna saman í teymi, þannig að sú þekking sem verður til þvert á borgina nýtist sér best, enda er mikilvægt að stafræna leiðtogar komi auga á hvaða þjónustu og hugbúnaðarlausnir geta nýst til að leysa áskorunir á fagsviðunum. Þeir halda utanum tæknilega lausnir hvers fagsviðs og finna samlegðaráhrif. Jafnvel nota sömu hugbúnaðarlausnir á ólíkar áskorunir því þannig næst meðal annars fram sparnaður í framleiðslunni og sem og í innkaupum á hugbúnaðarlausnum. Stafrænir leiðtogar hlusta, smíða brýr og tengja saman rétta fólkið. Þau virkja skapandi hugsun, snúa öll á hvolf og hvetja til nýrra hugmynda. Og meðal annars fá lánaðar hugmyndir frá öðrum borgum í heiminum. Já, þau aðstoða við að greina áskorunir og skilgreina verkefni til þess að þau komist í höfn og verða veruleika. Hvort heldur sem er með stafrænum lausnum eða þjónustubreytingu. Stafrænir leiðtogar hugsa til framtíðar og koma til kynslóðar og vinna með fagsviðunum að því að undirbúa landslagi fyrir stafræna umbreytingu. Þau styðja starfsfólk borgarinnar til að takast á við ný tækifæri í kjölfar stafrænna umbreytinga og ýta undir það að starfsfólk fái svigrúm til þess að vaxa og dafna í takt við tíman í sínu starfi. Síðast en ekki síst, þá er forgangsráða stafrænir leiðtogar verkefnum í samvinnu við framkvæmdaráð hvers fagsviðs. Þar er að segja, greina og fylgja eftir ákvörðunum hvers sviðs fyrir sig hvaða verkefni er í forgangi í framleiðsluna. Þau vinna líkt og lóðsar í höfninni, hafa yfirsýn og skilja aðstæður, fylgja verkefnum eftir alla leið og síðast en ekki síst veita öðrum sýn til framtíðar. Stafrænir leiðtogar eru lykillinn að því að flotinn komist í höfn og ekki verði miklar tafir eða teppur í höfn framkvæmdanna. Ég heiti Edda Jónsdóttir og ég er teymistjóri stafrænna leiðtoga. Ég þakka ykkur kærlega fyrir tímann ykkar og fyrir að hlusta. Takk fyrir.